בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה. Góðan daginn, kæru vinir, þið sem gáðu ykkur tíma til að horfa á þáttinn Ísrael í dag. Ég mjög þakklátur fyrir hve margir hafa haft samband við mig bara síðustu tímum sérstaklega bara spurningar hvenær þátturinn í loftinu, hvenær hann sýndur. Nú getið þið séð þannig yfirleitt í Morgunblaðinu, þá er dagskráin sýnd þar yfirleitt og bara til að segja þetta fljótt og hratt að það á hverju miðvikudagskvöldi klukkan 8 og alla laugardaga klukkan 3 og yfirleitt líka alltaf á sunnudögum klukkan 7:30 til 7:30. Þetta svona ein fasta regla. Auðvitað getur þetta breyst alltaf eitthvað og hann sýndur oftar stundum á nóttunni hef ég heyrt og aðri þættir í Omega. Nú ég bæta því við núna sem að margir þegar vita því ég sett á Facebook og annars staðar að það nú geta allir séð Omega þennan þátt til dæmis hvar sem þeir eru í heiminum. Tók eftir hvað ég sagði, hvar sem þeir eru í heiminum. Bara í Kína, í Ameríku, Afríku, í Suðurbandaríkjunum og víðar og sjálfsögðu Norðurlöndunum og alls staðar. Þetta hægt á netinu ef þeir sem eru með net og margir eru með það, tölvur. Og þá heitir það bara omega.is og þeir sem eru hér á Íslandi, þeir þurfa ekki einu svona að leita að stöðunni Omega sjónvarpinu ykkar. Þeir bara ef þeir eru með tölvur bara omega.is og svo leiðir það að sjálfu sér áframhaldandi þá getið sér beina útsendingu þar. Þetta svona ný tækni sem að sjónvarpsstöðin hér hefur haft tækifæri til þess að koma á veg og við erum þakkláttir fyrir það. Nú eins og við skiljið þá ekki allir sammála í þessu þjóðfélagi, hvorki stjórnmálum eða trúmálum. Það eru margir flokkar á þingi sem við vitum og það eru margar kirkjudeildir hér líka eins og við vitum og sumar kirkjudeildirnar minnast helst aldrei á Ísrael og ég þekki samfélag sem að vill helst ekki biðja fyrir Ísrael, segja þá að öðru hvoru til dæmis að biðja fyrir landinu helga en nefna ekki nafni Ísrael. Við þurfum ekki að vera feimin við að segja Ísrael því Ísrael til og Ísrael var til og alla ritningarna sem við kallum Biblíuna tala landið Ísrael og við höldum þessu áfram. Þess vegna heitir líka þáttur þessi Ísrael í dag og það ekkert annað land sem við erum að tala Auðvitað getum við talað nágrannalöndin eins og ég geti komið inn á núna að það mikið að ske í nágrannalöndum Araparíkjunni í kringum þetta litla ríki Ísrael. Það eru blóðugar óeirðir í til dæmis þegar þessi þáttur upptekinn í Sýrlandi og það í Egyptalandi að byrja nýbylting þar jafnvel og harðlínumenn islamistar komin til valda þar þeir vilja útrýma Ísrael. Nú bara fréttir í gær og fyrradag. Í fyrradag voru sett á Facebook að það voru 10 eldflaugar skotnar frá Gazasvæðinu yfir á Ísrael. Eftir klukkutíma þá kemur önnur frétt að það voru 24 sprengjur eldflaugar senda frá Gaza yfir á Ísrael og í morgun þegar ég var að lesa nýjustu fréttir sem ég fekk bara í nótt að það komin 50-60 eldflaugar rignir yfir Ísrael. Nú ég næstu því vissum nú ég ekki spámaður, en ég næstu því vissum að Ísrael kemur til með að svara þessu og sumir segja nú komin tími til og að þeir svara þessu. En þegar þeir svara, þá tekið eftir segi, þá bregðast fjölmiðlarnir ekki, hvorki dagblöð eða sjónvarp, að segja frá yfirgangi og grimmd ísraelska hermanna sem hafa skotið á saklaust fólk á Gazasvæðinu. Og staðreyndin líka svo, og það búið að sanna það margsinnis, bæði í Líbanon og Gazasvæðinu að þeir nota börn sem skildi þar sem þeir skjóta eldflugum frá, hvort sem það Líbanon eða Gazasvæðinu, þegar þeir vita ísraelski varnarliði, þeir skjóta tilbaka á þann stað sem eldfluguna komu og því miður eru börn sem að lenda oft í því og það sorglegt. Ísraelski herinn fullir það að þeir munu aldrei hafa þá stefnuskrá sinni að drepa saklaus börn og alls ekki neina saklausa íbúa heldur. En Ísrael hefur réttindi til að verja landið sitt. Þetta okkar sjónarmið, þetta mitt sjónarmið, þetta þeirra sjónarmið hér á landi sem heita Ísraelsvinir. Hér eru 2 stór Ísraelsvinafélög
það félag Síónvinir Ísraels og það Ísrael félagið og þið getur líka séð á tölvunni ykkar vefsíðun okkar sem heitir sion.is með setu og það eru nýjustu fréttir og getur flett aftur í eldri fréttir hvað málið hvernig við lítum á málið og hvað sjónarmið við höfum og við berjumst ekki á móti neinni þjóð, við berjumst ekki á móti palestínumönnum, ekki á móti neinum arabum, ekki á móti neinum, ekki hvort þau eru múslimar eða hindúar eða hvaða trúarbrögð sem við hafa. Barátta okkar ekki við menn á holdi og blóði og nú vitna ég aftur í ritningarnar að barátta okkur við andaveru vonskunar í himingefnu. Nú ég komin í svolítið andleg mál og við skulum ekki fara djúpt í þetta, það væri gaman að hafa heila klukkutíma bara til að tala um þetta atriði. En eins og oftast ég með viðmælanda hjá mér og stundum hef ég haft sama viðmælandi jafnvel 2, 3, 4 sinnum eins og hann Snorra Óskarsson og suma hef ég haft bara einu sinni hafði ég 3 í einu og sá sem ég með núna sem ég skal kynna ykkur rétt og eftir hann hefur einu sinni komið áður ef mig minnir og hann mikill Ísraelsvinur og hann meðal þeirra sem hefur hjálpað okkur mikið á laufskalahátíðinni bæði í Ísrael og eins hér. Nú ætla bara að skjóta því líka að við höfum laufskalahátíðinni hér á Íslandi búin að hafa hann í 4 ár og það núna í haust 3. október, laugardag 3. október verður hún ef allt fer eftir áætlun ennþá hér á landi og þetta verður auglýst seinna betur og það voru mikil fjöldi sem að kom síðast og þeim fyrir fjölgaldi sem að taka þátt í þessari hátíð okkar. Þar söngur, gleði, dans og við lofum Guð í gegnum fyrir hans orð. Nú það ein spurning, það margar spurningar sem ég fengi reyndar bæði á tölvupósti og eins í síma og ég ætla bara að svara með nokkur fáum orðum einni spurningu sérstaklega. Það vegna þáttar sem við höfðum fyrir stuttu síðan með Sigrúnu Einarsdóttur og þátturinn fjallaði Tóra. Það eru margir sem ekki vita hvað orðið Tóra þýðir og þetta úr hebresku sem að þýðir raun og veru kennsla eða fræðsla þetta orð. Í íslenska biblían hún hefur þýtt þetta orð sem lög eða lögmál í raun og veru fræðsla og kennsla og það breytir dálítið mikið hugtækinu þegar við erum að segja við erum ekki undir lögmáli og svo framvegis sem margir segja við erum auðvitað hefur fræðslan ekki henni verið eitt sambandi við boðorðin 10 eins og Sigrún kom inn daginn að þau eru í fullu gildi ekki bara 9 heldur 10 öll boðorðin. Nú spurningin var þessi sem ég fekk núna frá einum mér skilst hann sé nemandi Guðfræðideild Háskólans að hann segir svona meinar þú Ólafur að við séum ennþá undir lögmáli þar sem að þið töluðu hvíldardaginn og 7. daginn og svo framvegis. Nei, við erum ekki undir því lögmáli og lögmálið var ekki gefið til þess að nokkuð skildi frelsast yfir hólpin fyrir það. Takið eftir því lögmálið var gefið á Sinæfjalli til fólk sem var frelsað, má ég nota þetta orð, sem var frjálst. Þau voru búin að vera í fleiri 100 ár, 470 ár sem þrælar í Egyptalandi og komu yfir Rauðahafið og í gegnum eyðimörkina. Þau voru frjáls, en þó gaf Drottinn þeim lög. Og lög ekki neitt ljótt. Lög eru til að fara eftir. Nú ég með mann hérna við hliðina með sig Kynnar Estras, hann ekur bíl, hann ekur strætisvagni og þeir verða svo sannlega að fara eftir lögum þar sem þeir aka. Ef það rautt ljós þá verður að stoppa, ef það grænt þá gera þeir áfram. Þannig eru lögmálið okkur til góðs, ekki til þess að hegna okkur. Lögmálið til þess að blessa okkur og við skiljum hlutina misjafnlega mikið hvernig við eigum að halda þennan eða hitt, til dæmis með hvíldardaginn. Sigrún sagði hvernig hún héldi hvíldardaginn. Ég held líka hvíldardaginn á öðruvísi hátt en hún gerir, en þetta ekki aðalatriðið. Aðalatriðið það að við göngum eftir því ljósi sem að við höfum. Akkurat, það akkúrat þannig. En það þýðir ekkert, þú ég segi svona ég og mig og mér og mín, það þýðir ekki að ég hafi alltaf skilning á öllu hlutum. Ég margt í reikningunni sem ég skil ekki, ég er búin að segja þetta oft áður og ég held áfram að segja það. En reikningin, hún er stórkostleg þessi bók, því hún segir líka frá því að Drottinn hafi tvístrað sínum líð, þar segir gyðingunum, alla þjóðir vegna óhlýðni þeirra. En svo stendur hérna, bara Jeremía, þið sem eru með reikninguna, Jeremía
kafla 31. Hann segir svona: heyrið orð Drottins, þér þjóðir, og kunngerið það á fjarlægu eyjunum. Ég nota þetta líka í síðasta þætti, og ef að þið hafið hort á þann þá kannist orðið við þetta. Kannski þetta meiningin, ég noti bara aftur og aftur sömu ritningarstaðinu til þess að festist og grópist inn í huga þeirra sem að hlusta. Það stendur: sá sem tvístraði Ísrael safnar honum saman og mun gæta hans eins og hirðir gæti hjarða sinnar. Drottinn frelsar Jakob, þar sem gyðingana, og leysir hann undan valdi þess sem honum var yfir sterkari. Þeir skulu koma og fagna á Síónhæð. Orðið Síónhæð, það getur líka átt við borgina Jerúsalem. Hún var kallað Síón, landið líka var kallað Eretz Ísrael eða Síón, og þeir munu streyma til gæða Drottins, til kortsins, vínbéralagarins, olíunar, ungu söðana, nautana, og sál þeirra skal vera svo vökvar aldigarður, og þeir skulu eigi framar vanmegnast. Og svo bæta þeir við þá munu meyjarnar skemmta sér við dans, og unglingarnir og gamalmenni gleðja saman. Þegar ég las þetta fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þá sá ég nú mig þarna í þessu, ekki þess með unga fólkinu endilega, þó mér finnst ég vera ákala ungur í anda, en þið sjáu að ég á nú ekki beint við þarna að þetta eigi við mig, en það er orð sem stendur hérna, og gamalmenni gleðjust saman. Og það stendur líka á öðrum stað: gamalmenni þeir munu sita þarna á torgum með staf í hönd og fagna yfir sjá Síón dætur, hvernig þær gleðjast og dansa á götunum. Nú, ég geti farið mikið meira í ritninguna til að tala þetta, en ætla nú að sleppa því. En svo kem ég að því sem ég var að tala núna áðan, að það eru árásir á Ísrael, og það stendur á einu stað reyndar, kerfinir, það stendur í Sakaría 14. kafla að allar þjóðir munu snúast gegn Ísraels, Jerúsalem, allar þjóðir, hugsa ykkur, og þeir munu snúast gegn, allar arabaþjóðirnir í dag snúast í gegn Ísrael. Þeir vilja útrýma Ísrael af landakortinu, og takið eftir sem ég segi, og þetta þeir vitið þetta rétt. Það eina litla landið í öllum araba eða miðausturlandska heiminum, sem maður segir raun og veru arabaþjóðirnar allt í kring, sem eru meira en 20, það eina landið þar sem friður. Nú ég ekki að tala þessar eldflögur sem fóru yfir á Gaza til Ísrael, það svona staðbundin ófriður þar, en í öllum öðru löndunum hefur verið ófriður: Írak, Líbanon, Sýrlandi, Egyptalandi, Jemen og mörgum fleiri löndum. En litla Ísrael, við heyrum ekki mikið flóttamenn sem komað frá Palestínu í dag. Hefðu þið heyrt það? Nei, þeir koma frá Marokko, þeir koma frá Írak, þeir koma frá mörgum öðru löndum, en ekki frá Ísrael. Svo sumir segja að þeir hafið svo slæmt þar og Palestínu líða svo gífurlega mikið. Af hverju flýða þeir ekki það þá? Þeir gera það ekki. Hver getur flúið? Þeir getur flúið til Jordaníu, þeir getur flúið til Egyptalands. Þeir gera það ekki. Ástæðan svo kerfin að þeir hafa það mjög gott, og það hvergi nokkur staðar í araba heiminu sem að þeir hafa eins gott eins og í Ísrael. Ég ætla að stytta þetta svolítið núna vegna þess að ég veit að tíminn okkar verður eins og venjulega, það klukkutími hann líður allt og rætt. Ég vildi gjarna eins og stendur einu stæði í ritningunni að Drottinn hann stöðvaði tíman. Munið það, hann stöðvaði tíman. Ég vil 24 tíma stöðvaði tíman, aftur á bak. Þannig að ef við myndum stöðva tíma núna, bara klukkutíma, þá höfum við raun og veru 2 tíma. En nú getum við það ekki, við getum ekki gert þetta kraftaverk hér. Við verðum að halda okkur við þær reglur sem hér eru. Það stendur í Sakaría: sjá, ég gjöri Jerúsalem að vímu skál, sem gerir, Sakaría 12, þetta ég ætla bara í bæði með ritningun og svo með skrifa hérna, þetta að nákvæmlega sama. Sjá, ég geri Jerúsalem að vímuskál fyrir allar þjóðirnar sem umhverfis hana eru. Jafnvel Júda mun vera með umsátinu Jerúsalem. Á þeim degi mun ég gera Jerúsalem að aflrauna steini fyrir allar þjóðir. Hver sáir hefur hana upp, mun hrufla sig til blóðs. Það er alvarlegt. Það er alvarlegt að lasmæla borgin Jerúsalem. Það er alvarlegt að ráðast á hann í orðum eða verki. Og allar þjóðir jarðarinnar mun safnast gegn henni. Ef þetta væri nú bara endirinn á þessum spádómi, þá væri þetta bara sorgarsaga, ekki reynd. Jerúsalem er bara eitt. En þarna endar þetta ekki. Þá kemur nefnilega tímabil þess sem að Messias kemur. Og við trúum því að hann muni koma og stofna frið hér á jörðinni
ekki á heiminum, það þarf ekki að stofna frið þar, en hér á jörðinu mun stofna friður í 1000 ár og þá með friðarhöfðingi sem við trúum sé Messias eða Jesús, Yeshua, eins og hann heitir á hebresku, og það mun hann stjórna sem betur fer. Nú held ég að tíminn leyfi mér að fara að kynna viðmælanda minn, því að tíminn líður eins og ég segi mjög hratt og hann hefur frá miklu að segja. Hann sagt að ég sé mælskur en ég held að hann sé slá mér alveg reynd við. Ég veit ekki hvort það er snorra við en hann slær margur, hann er mjög mælskur og mjög gaman að tala við hann og hann er mjög hjálplegur og mikill Ísraelsvinnur. Og hann hefur farið allavega tvisvar til Ísrael og ég er með nokkuð marga myndir frá honum og mér sem að við tölum saman og útskýrum betur. Þá ætlum ég að loka henni helgu bók ritningunum í bili svo ég hafi meira plás. Ég kom með þessa húu með mér, ég veit ekki hvort þið munið þetta sem að fylgst með þessu þáttum, að ég hafði hann einu sinni í þættinum og ég hafði bara glemt að taka hann af mér. Svo mér var bent á þetta og hvers vegna ég hef þessa húu. Það er vegna þess að þetta minnir mig alltaf á leiðsögustarf mitt í Jerúsalem í gegnum, búin að vera í 32 ár, en sem leiðsögumaður hefur verið 17-18 ár og þá nota ég mikið þessa húu og bláa skyrtu og nú bara mér finnst ég vera að koma þangað, hvort sem að þið sjáu þennan þátt að vetri til eða sumri til, þá er alltaf sumar þar í huga mínum. Nú kem ég að þessum spennandi það er kallað þáttur í gamla daga sjónvarpi leynigestur, man ég eftir, en þetta er ekki leynigestur, hann er svo hjartalega velkomin í þennan þátt. Andrés Guðbjörnsson. Sæll minn. Vertu velkomin í þáttinn. Já, takk. Vertu á langur formáli? Nei, þú ert bara mælskur, þú ert að tala mig að Snorra, ég held að þú sláir öllu við með það. Það kemur í ljós núna. Já, ég hræðist það ekki. Nei, ég veit það. Þess vegna samþykkti ég að koma því ég vissi að þú myndir alveg sjá fyrir þessu. Já, það er rétt á þér. Ég er nú með eina svona kollu líka. Ég sé að þú ert með líka svona kollu. Já. Má ég spyrja þig hvers vegna ertu með þetta? Já, þetta er náttúrulega Þú varst með þetta fyrstu kom frá Ísrael bara í strætisvagni. Já, ég var að pröfa að hafa þetta á hausnum á mig því ég var að keyra. Já, og vakti athygli? Já, fólk var að koma fram í og skoða, veit hvort það hafði sér rétt að ég væri með þetta á höfðinu. Já. Svo var ég beðinn að taka þetta niður af mínum yfirmönnum. Já. Að koma ykkur að kvartanir víst. Já, já. Þetta var bara gaman. Bara og það vakti athygli. Já, Og til dæmis, ég nota þetta ekki mikið en þegar ég nota þetta kippa, þetta er jamulek á hebresku, en kippa er þetta almennt orðað og það þýðir að hylja, kippa er að hylja og margar kenningar eru hvers vegna og svo framvegis og margar kenningar eru það og ég trúi því að það sé nokkuð rétt að þetta táknar að við séum ekki efst, það er eitthvað annað er yfir okkur. Þetta heitir að hylja og eða fela. Og trúaði gyðingar og jafnvel ekki trúaðir, flestir trúaðir nota þetta jafnvel lítið börn, bara 7-8 ára drengir og þeir nota þetta sem eiginlega vitnisburður það að það sé önnur hönd, annað aðra heldur en við. Svo náttúrulega líka orðið hefð. Já, einmitt, svo líka hefð. Já, en mér finnst þetta bara að passa einhvern veginn, þetta náttúrulega maður hefur ekki séð annað en þetta á höfði gyðinga Já. En ég nota þetta ekki mikið en í tilefni þáttarins. Já, nú til dæmis nú sér maður ekki gyðingar sem koma hingað heimsókn til Íslands með þetta. Nei, ekki með út á götu, en ég hef náttúrulega verið var með og þegar ég hef verið með á stund, tilefni þá hafa ég verið með þetta. Já. Á höfðinu. Já, það komu hjón hérna við stuttu sem töluði hörpu, ákveði hjónabandsvandamáli eða slittu. Hættu, þá hafið við verið með þetta. Jú. Var hann með þetta? Já, hann var með allan tíman. Já. Og hérna í sjónvarpinu líka, viðtalvinni sjónvarpinu, svo fólk tók mjög vel eftir því. Já. Ég þekki einn mann sem fór nú eiginlega bara þess vegna til að hlusta á hann. Já, hlusta á hann, já. Ég vissi ekki af því að ég bara heyrði þið tala um þetta. Já. En ég er með þetta líka bara til þess að bæði að gaman og svona ítir viðmanni að trúin, sem slíkt að reikningin, að hún er raunveruleg og þótt þetta sé kannski ekki tekið þaðan og þá þarf maður stundum aður en stundum svona ýmst tæki til þess að halda manni við efnið út af bara daglegu amstri. Já.
Þess vegna ég með... Ég tek eftir þú ert með svona, hvað kallar maður þetta? Böndin? Já. Ég kallar þetta bara bönd, þetta íslenski fánalitirnir. Þetta bænabönd, ekkert með Íslandi að gera þetta bænabönd, já. Og ég nota þetta bara til þess að teka oft utan böndin, bara til þess að halda mér við efnið. Til leið? Bara, þegar maður að vinna og þú ert í amstri dagsins og þá náttúrulega gleymist þetta oft og mér finnst óskup gott bara að grípa til þeirra. Þú hefur verið með í hóp hérna sem að fer mikið eftir orðinu til dæmis með að blása í shofar og hérna við túnkomur eða hérna nýtt tún kemur og blásið shofar upp á hæð og svona eins og Sigrún var að nefna hérna daginn. Það mjög athyglisvert og mjög skemmtilegt að skuli halda svona siði. Finnst það sko, það gerir það verkum að maður er meira meðvitaður dagana. Af því að ég hef sem brýnt fyrir börnunum mínum að passa sig að gera þá hluti í dag á réttan hátt. Þannig það sé ekki komið baki á mann á morgun eða einhvern tíma seinna. Það sem þú sáir kemur uppskera og þetta finnst mér hjálpa manni þegar maður er að fara og blása þetta einu sinni í mánuði fyrir 9 mánuði að maður er meira meðvitaður dagana hjá manni sko. Þannig að maður vil nýta dagana með betur en maður gerði áður fyrr. Mjög athyglisvert. Og þess vegna er ég mjög þakklátur fyrir Sigrún og Ragnar og það sem þau hafa verið að gera og heimasíðuna þeirra hvað þau hafa lagt mikla vinnu í að... Heimasíðu, hvað heitir heimasíðu þeirra? Tóra. Meira? Tóra.is. T-O-R-A-H. Tóra.is. Bara segja áhorfendum þetta. Já, það er alveg meira hátt að síða þess að það er... Já, ég hef séð það. Er svo, ég veit ekki að hverju, margir trúa bara ekki hér á Íslandi heldur víða. Þeir eru svo hræddir við að þeir tala gyðingatrú. Við erum ekki til, ég held þess ekki til en gyðingatrú. Þetta er náttúrulega bara ritningin og gyðingarnir eru bara þessi sem vilja fara meira eftir henni, allri. Við erum meira Íslendingur og meira fastur í Nýja testamentinu. Að synga ekki og passa okkur og ég veit vissu marga hérna áður fyrir að þeir voru ekki hvort það er í synd, hvort það er vinstri hægri fóturinn færi út á götu, bara sem dæmi sko. Ef hægri fóturinn færi út á götu og þá gætu við lent í vegna þess að Nýja testamenti er svo upptekið af áhersluna á þetta gagnvart syndinni en ef þú tekur alla ritninguna og þá færðu þessa trú á Guð sem á að vera, þá verður ekki þrælbundin einhverju, þá kemur ekki einu ótti inn í því, heldur tekur Guð alvarlega og þú uppgötar að hann er vinur þig, hann er kærleikur og þess vegna tek ég þátt í þessu vegna þess að öll ritningin saman er alveg meiri háttar. Eftir að ég uppgötaði þetta og þá breyttist afstaða mín til Guðs, uppgötaði að hann var vinur minn, hann var leiðbeinandi, hann var ekki bara eitthvað sem maður var hræddur að synga eitthvað því maður vildi ekki fara þarna niður eins og menn eru svo hræddir að heldur þetta... Já, glatast. Já, glatast. Sko hérna, já, þetta er mjög athyglisvert. Með öðrum orðum heyri ég á þér og fleirum að þú trúir að þetta svo kallaða Gamla testamenti, ég nota yfirleitt fleiri ritningarnar, að það sé líka innblásið Guðs orð. Það er alveg meira áttar að lesa þetta. Þar fær maður allan fróðleikinn. Geturðu samfært mig út frá Nýja testamentinu að þetta sé Guðs orð? Ég bara kemur í hug minn núna. Sko, Jesús sjálfur, hann sagði, ef þið trúið ekki ritningunum, og það var ekki til neitt Nýja testamenti þá, ef þið trúið ekki ritningunum skuluð ekki trúa mér, því það eru þær sem vitna mig. Það vitna alltaf ritningarnar. Það var bara Mósebækurnar. Já, ritningarnar allar, raun og veru, hans spámennina líka, spámennir og allt sem spámennir hafa sagt. Það segir hann til dæmis með þennan 2 lærisveina sem hann hitti á veginu til Emmaus eftir uppreisnina sína. Og þá segja þér heimski menn trúið ekki ritningunum sem spámennir og hafa sagt. Þetta átt að ske. Þannig að ritningarnar eru svo sannlega, og Páll Postulín steiti Tímóteus hvað eftir annar ritningarnar sem innblásnar af Guði. Ritningarnar, það var ekkert Nýja testamenti til. Nei. Og ritningarnar eru innblásnar. En ef þú ætlar að lesa þetta bara til þess að leita að ykkur neikvæðu, þá er þetta bara venjuleg bók. Ef þú ætlar bara að lesa hana bara til þess að forvitnast, og reyna að gera grín og finna eitthvað neitakt, þá er þetta bara bók. En ef þú leitar fyrir að lesa hana með það markmiði að finna Guð, og þá finnur hana. Vegna svo inn á milli og á bakvið er þetta, því þetta er lifandi orð.
Maður hefur svo upplifað svo oft að þú ert að lesa eitthvað kaflan sem þú ert búin að lesa áður og allt í einu hoppar upp eitthvað ritningavers og verður lifandi fyrir þér og þá fær maður þessu staðfestingu á að þetta er lifandi orð. Trúir þið ekki líka bara að menn sem að maður verði að hafa að maður verði að lesa hana á andlegan hátt líka. Andlegan hátt. Að þú verður að hafa þetta í þér til þess að skilja. Já. Þú getur lesið á þess að skilja. Þú getur lesið á þess að skilja, já. Þú lest sömu setningu og skilur hann alltaf öðru vísi heldur en sá sem lesa hana án þess að hafa andan í sig. Þess vegna hvet fólk sem kemur til mín, ég har oft fengið fólk til sem hefur leitað til mín í erfiðleikum, þá hef ég alltaf beðið fólki í flestum tilfellum áður en það kemur að gera sér grein fyrir því og ganga frá því alveg hreinu að viðurkenna það, trúa því að Guð sé ekki bara skapari himins og jarðar, heldur þetta almætti sem hann er. Vegna þess að ef þú trúir því ekki að hann sé þetta almætti sem er, að þá verður engin árangur í þínu trúarlífi, því þú verður að gera þér grein fyrir því að hann er ekki bara skapari himins og jarðar, hann er sá sem fylgist með þér. Þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja, mjög þakklátur fyrir að þú kemur inn á þetta með trúna líka sko. Einhver segði mér tölvupóst fyrir nokkuð löngu síðan reyndar, Ólafur, þessi þáttur en Ísrael í dag, hann er farin að bara fjalla um vakningasamkomur, frelsast og allt það. Hvað er þetta Ísrael í dag talið? Svo ég hef bara samt sem aður ánæður vegna þess að Ísrael og trúin okkar, gyðingdómur, svo kallum við ekki gyðingatrú eins og segir, en gyðingadómur eins og kristindómur, þetta tengist saman við alla ritninguna og það er bara eðlilegt að við gerum það. Og þess vegna við erum búin að fara, ég er búin að fara 3 til Ísrael og ekki 3, já, fyrirgefðu. Með mér 3. Já, þú hefur verið að flækjast þarna fyrir. Já. Sérðu hvað minni mitt skamtíma minni? En ég er búin að fara með 1200. Já, þú ert náttúrulega búin að fara með svo mörgu sinni. 1200, að búið að tekka, 1250 er ég búin að fara með Íslandinga frá 1900. Já. Ég er nú ekki svo. Nei, síðustu 17 ár, já. En ég er náttúrulega á þessi forréttindi að ég fekk mig bara afar stráka sem eru hálfur gyðingar. Já. Dóttirinn, hún fór á samvirkjubú, ekki? Hún fór á samvirkjubú og svo eignast hún Elsku og... Já, það var nú bara vinur, svo bara byrtist hann eiginlega allt inn og vildi hann bara koma og hefur ekki farið síðan. Nema nú reyndar eru þau að flytja til Holland, hann er fluttur til Hollands. Fór þar í skóla og fekk svo vinnu þar og hún er nú bara að flytja þangað í næsta mánuði. Já, það er náttúrulega svona lífið. Já, svona er lífið bara, já. Andris, það eru nokkra myndir, bæði sem þú komst með og sem ég dró líka upp úr hafi gleymskunnar heima hjá mér og ég á gífurlega mikið af myndum, en ég fann hérna góða mynd sem er tekina í einni ferð þinni, sjáðu. Já, þetta er fyrsta ferðin mín. Er þetta fyrsta ferðin? Já, þetta er fyrsta ferðin. Og þarna situr þú í miðjunni. Já. Og er eitthvað skild fólkið þínu þarna? Og svo vinstra megin. Vinstra megin frá þessu úrst að horfa á myndina. Já. Þar er... Tvær á endanum, ein með bláa húfu og svo sem er á endinu, það er dóttir mín. Edda, Sigurlín Edda, og hitt er Þórdís, systir mín. Já, systir mín, og þarna er stór hópur af fólki sem ég þekki nú flest sko, en ekki alla, ég viðurkenni það. Og sumt af þess við búið að fara þarna nokkru sinnum sem er þarna á þessari mynd. Já. Þegar það er ekki takt annað en ánýtjast þessu landi. Sem betur fer. Já, sem betur fer. Já, það bindur okkur. En það er bara, eftir að vera búið að fara þarna, þá er miklu skemmtilegra að lesa ritninguna. Vegna þess að þá gerur þau grein fyrir því að þetta er staðreind. Þú fær raun og veru meiri staðfestingu á því að því að það er verið að fara á þessa staði sem er verið að tala um í ritningunni og þá farum bara að sjá þetta. Hvað þetta var að gerast? Svo kemur inn á dálítið skemmtilegt atriði sem ég hef verið að hugleika undanfarið. Finnst þér ekki skrítið raun og veru að kristnir hópar hér frá Íslandi til dæmis, þeir fara nær allan heim til Kaliforníu til að ganga á fjall, til Frakklands, til Rómar að ganga, til að ganga. Ég hef tekið á móti kristnum hópum frá Svíþjóð og Noregi sem koma til að ganga í landinu helgað Ísrael frá Nasaret upp til Jerúsalem. En það virðist ekki vera skilningur á okkar kristnu bræðrum og systrum á Íslandi, hvorki til að blessa Ísrael eða ganga eða fara þangað. Það er náttúrulega út af því að þeir náttúrulega vill ég meina líka að þeir eru fastir í Nýja testamentinu. Þeir fara nánast ekkert yfir í Gamla testamentið og hafa ekkert gert sig grein fyrir. Nei, þó er bara Nýja testamentið Jesús var, ég er að tala um fótspor Jesú.
En það miklu meiri skemmtileg útskýringar á svo mörgu. Já, ég veit hvað meinar. En þess að hópa sér tekja mótor Norri Svíþjóð, það bara heita í fótspor Jésu. Þannig það bara Nýja testament, það fótspor Jésu frá Nasaret til Jerúsalem og þetta mikið blessun fyrir þá og eins og þú segir réttilega, all landið eiginlega bara Biblía. Og Jórdanía, að fara yfir til Jórdaníu og hafa séð hvar Móse horfði yfir til Ísrael. Já, þú fórst til Nablus. Já, við erum búin að fara gegnum Jórdaníu. Já. Hérna ég með mynd sem að sem tekin á bát. Já, á Galilevatninu. Á Galilevatni. Bátur sem bara mun stærri í útliti en báturinn sem Jesús steig út í til dæmis. Já. Þetta bara sama sniðið en það bara haft stærra. Já, svo við fyrir nú einu í annað hérna, því tími líður og þetta merkileg mynd. Já, þetta tré. Þetta olíutré. Já. Hvaðan þetta tekið? Þetta í Getsemani-garðinum og talið vera frá dögum Jesú. Já, 3000 ára gamalt tré. Yfir 3000 ára gamalt tré. Vá. En annar máli það að hérna þessi mynd svo brú nokkuð að öðru efni. Veistu hvað þetta nokkuð? Nei, nú það man ég. Þessi frá mér. Ok, þetta þá mynd frá Kardó. Þetta uppgröftur, hann var rétt að rauð hérna. Þetta Kardó, þetta uppgröftur frá tíma Jesú, það verslunargata. Þetta var verslunargata inn í gyðingarhluta borgarinnar. Já, manstu ekki núna eftir því. Já. Það var mjög merkilegt að fara í gegnum þann hluta. Já, einmitt. Og hérna mynda af dótturinni. Já. Hvar þetta tekið? Þetta upp Olíufjallinu. Já, þetta sagt að Jesús hafa farið upp til að biðja. Já. Að Karmelíta klaustur sem með þetta. Já, þetta merkilegur staður. Mjög merkilegur staður. Og þeir með mikið að myndum við höfum ábyggilega vantar 2 tíma til þess að fara yfir þetta alls saman. En svo snúum við nú aðeins meira Jerúsalem. Þetta heitir Damaskushlið, ekki rétt? Jú. Bjóst þú ekki í tíma rétt hjá? Bara við í sömu götu og þetta hlið Og það var arabískt hótel. Já, Pilgrims Palace. Hótel, já. Það heitir núna Golden Gate Hotel. En ég var þar 2 ár þar. Já, ég hef farið með marga hópa þangað. Og þetta svo skemmtilegt að vera það að þetta rétt hinum við múrana. Já, og þetta sá hluti sem talað að arabarnir vilja fá sem höfuðborg. Já, þetta verið skipt í Jerúsalem. Já. Og við vonum að það verði aldrei skipt aftur. Og ég trúi því ekki að það nái. Nei, ég trúi ekki heldur. Samkomulagi. Þetta tekið við múrana og þetta sjáum við turn sem heitir Davíðsturnin. Já, en akkur hann heitir Davíðsturn það? Nei, veistu það nokkuð? Nei, ég man það ekki. Örugglega ég búin að heyra. Já, það eru margar sögur það en það sagt að árið 70 Krist þá hafi borginni verið eitt. Það spádómur sem Jesús komið á Olíufjallinu eftir 40 ár og árið 70 nákvæmlega 40 ár frá því að hann kemur þennan spádóm að borginni verið eitt, ekki steinn yfir steini. Já. Og árið 70 Krist þá var það Títus hersöfingi sem lét kveikja í musturinu og borginni var eitt bókstaflega. Einn staður, þessi hún var ekki eitt. Já. Og ástæðan svo, hún sakfræðilega rétt, ástæðan svo að þarna bjuggu hermennirnir sem að frömdu þetta ódæði. Þess vegna eittu þeir ekki þessum turni. Ég veit bara að það var bara góðu veitingastæður þarna rétt hjá. Já, mér svo margir, alveg rétt hjá þér. Það alveg sérstaklega gaman að fara. Gott, það er gott að þú segir þetta. Hotninu. Hvetur fleiri til að fara þarna. Já. Þetta rétt hjá, þetta Jaffa Gate. Jaffa Gate, já. Og það var lokað alveg til 1917 þangað til Allenby hersöfingi sem að sigraði þetta land sem var kallað Palestína þá og hann átti að fara ríðandi í gegnum borgarhliðið en það sem að Jesús hans verða óvirðing svoleiðis hann gekk í gegnum hliðið fór af hestinum og gekk í gegn og eftir það var það opnað. Ertu að meina þetta sem múrað hann upp í? Það var ekki aldrei múrað upp í Jaffa Gate. Þú ert að hugsa selja gullnæðliði sem hinum einn á múrunum. Nei, það var aldrei verið, það var bara lokað á kvöldin og en síðan hann gerði þetta þá hefur hliðið verið opið alltaf. Þetta er skemmtileg mynd líka, bara lítil gata í Austur-Jerúsalem
Já. Það sem svona hvað ég segja, miðausturlensk stemning Já. þarna. Og þegar þú kemur til Jerúsalem þá sérðu bara allan heiminn þarna. Já, allan heiminn. Já, meira og minna. Þú hefur verið á hátíð sem heitir Laufskálahátíðin í Jerúsalem. Já. Bæði á Jerúsalem og í Reykjavík. Og í Reykjavík. Já, getur við notað tækifæri að auglýsa hér aftur. Hún verður 3. hérna 3. október, laugardag 3. október. Hérna sjáum við líka skemmtilega mynd. Gyðingur að fara með börnin sín á bænmönu til að biðja. Þau fara með drengina strax mjög litla. Og þarna Jaffa Gate aftur hliðir og þarna fara þeir í gegn. Nú komum við aftur á Laufskálahátíðinni, Andrés. Þannig að sjáum við eina lofgjörð á Laufskálahátíðinni. Og hérna þessi mikli mannfjöldi sem þarna. Já, líka frá öllum. Já, mörgu þjóðum. Það gífurlega margir, hvað 10-12.000 sem koma bara kristnir. Og svo göngum við saman í svona Jerúsalem göngu, svo kallari. Hvert land með sinn fána. Og þar ógleymanlegt. Á með þess að merki sem Ínútar gáfu okkur, sem sátu rétt hjá okkur. Þarna á Laufskálahátíðinni, merki sem þeir kristilegt merki. Ínúítarnir í Kanada. Já. Eskimóarnir þar. Já, ok. Já. Kristnir. Já, kristnir. Já. Hérna sjáum við líka sem tekið upp á Laufskálahátíðinni, sem mikið lofgjörð og dans og til lofa Guði í dansi. Þetta var tekið þegar ég var, þetta það sem þegar ég var. Já, einmitt, þetta mynd frá þér. Þetta ógleymilegt að koma. Þetta ógleymilegt. Alveg ógleymilegt. Og fara svo út í get í eyðimörkina og borða þar. Stærsta grillveisla sem ég hef tekið þátt í að vera með yfir 4.000 manns í grillveislu út í eyðimörkinni. Ógleymanlegu upplifun. Já, einmitt. Nú það ekki, það var þá, nú það öðrum, það svona ekki alltaf á sama stað, en það í eyðimörkin allavega. Og það alltaf einn dag, fyrsta degi hátíðarinnar farið þangað þegar tunglir fullt. Og kemur stóra tunglið yfir hérna, stórkostlegt að sjá það. Þetta ógleymanlegt, bara þetta eina af því sem stendur upp úr, það að vera þarna út í eyðimörkinni. Já, það bara... Þegar sólinn fer, hvernig heitur vindurinn kemur. Bara stórkostlega upplifun. Það er ekki að lýsa sem að sjá það. Hérna séu bara litla mynd af þröngri götu. Nú, svo hérna, til að gera tíma svolítið styttri, að hérna sjáum við hluta af vestumúrnum svo kallaða, sem segja grátmúrnum. Kallum þetta vestumúrn í dag. Þarna fara þeir gyðingar mest, en allir kristnir líka geta komið þarna og haft bænastundir, eins og sjáum hérna. Þetta á Shabbat, fyrir Shabbat, þá fyllist allt þarna. Já. Og þarna biðja menn dag og nótt, biðja. Og hvað þýðir það að biðja? Það þýðir að þeir trúa því að Guð heyri bænir. Já, annars var þeir ekki að koma þarna daga. Nei, dag eftir dag. Dag eftir dag og öllum Shabbat. Nei. Hvíldardeginum og öðru að koma. Bara 24 tíma. Þarna sjáum við Hermann sem að biðja með vopnið með sér. En sterkasta vopnið bænin. Bænin, já. Og það gildi líka fyrir eina svoköldu kristnu. Stærsta vopnið sem við höfum. Við höfum mjög gott vopn hérna, ritninguna, en hérna er náttúrulega með öðru sig vopn. Einmitt. Þetta lífgar, þetta vopn, ritningin, hún lífgar. Já, ok. Er ekki Páll sem talar að við eigum að nota vopnin sem við höfum? Jú. Það er hans bænin. Já, bænin. Og orðið, vitnisburðurinn. Hérna sjáum við þekkt mynd. Gyðingar sem að biðja. Svo komum við svolítið hérna sem ég þarf að tala við því meira Ég veit ekki hvort ég með þessu öllu saman hérna. En það samt við Laufskálahátíðina, þessi mynd hefur nú verið sýnd áður. Það er að skoða trén eða lauf, greinarnar. Og ávöxtun, sítrón og ávöxtun. Já, etrón. Og hérna líka, hún er með litlu drengi sinn að skoða þetta. Ég á nú bara svona heima sem er náttúrulega orðið þurr, skorpið og þurr orðið, en þetta er bara svona til þess að eiga. Svo kemur mynd hérna sem ég ætla að stoppa svolítið við. Þarna er maður með bænasjal. Og hérna er annar ungur maður með bænasjal. Þú ert með bænasjal á borðinu hérna hér. Getur þú sett það yfir því og langar að sjá og sína fólkinu hvernig þetta sé notað. Og svo getur ég líka sagt hvað stendur þarna á það, og ég svo hebreisku, en ég veit hvað það þýðir. Við bara skellum þessu. Já, einmitt. Já.
svona yfir því og svo eru hérna bænasnúrur þarna, hnútar sem að sumir segja sér táknum på lögmálið eða boðorðin sem eru til 513 og að fleiri og þarna biðja gyðingar og þetta, hvers svona dekka svona höfuðið? Þetta til þess að geta lokað sig af, lokað sig frá heiminum og þegar þeir eru með þetta þá truflar þá enginn að því þeir eru að biðja. Já, þá er ekkert Þetta bara raun og vera eins og talað í Nýja testamentinu að fara inn í herbyggi sitt og loka sig af og biðja. Loka sig af, já. Og þá geta þeir gera það með þessu. Ég segi þetta veist, þeir eru allir með þetta og þeir bara sér inn í sínum eigin heimi. Já. Merkilegt, alveg stórkostlegt. Svo sjófari. Sjófari. Ég trúi því að þetta hafi verið notað svona sjófar þegar ég eru komið. Já, það voru notaðir lúðrar allavega, sjófar, kallaði sjófar allir einn. Já. Ég var pröfu hvort það var hljóð. Já. Þetta mjög flott, þú duglegur þessu. Já, þetta bara gaman. Já, en hérna segðu mér eitt, þekkjur hljóðin, ég þekki mann sem kann þetta allt saman. Nei, litlu hljóðin, þið tákna á 5 lítil hljóð og svona framvegs. Ég var byrjar að læra þetta, svo týndi ég vefslóðunum. Já, það sem stendur þarna efst hjá þið þar á hebreusku sem styrir Baruch haba Adonai Eloheinu, Baruch haba, það þýðir Drottinn blessi þig. Og svo stendur líka öðrunst að Sma Ísrael, Adonai Echad, hlustið Ísrael, Drottinn Guð einn. Þetta hafa þeir sig. Hann einn. Já, hann einn, bara einn Guð. Orðsins segist fyrir merkingu. Já, og hérna sjáum við að endingu, Eina tegund. Sko marga tegundir af gyðingum, orða þetta þannig, mörg trúarbrögð innan gyðingdómsins. Sem merkilegt. Já, og þó sko þegar við kallum okkur kristin, það bara ótalandi kristnir samfélag og svokölluð kristnir kirkjur samfélag sem eru ósammála innbyrðis, ekki rétt? Það ekkert öðruvísin í gyðingar hafa það sama. Já, ég vil nú meina það að þetta sé náttúrulega brota því að það vilja allir vera einhverju kóngar. Já, mikið það. Já, það vantar auðmýktina í orðsins fyrstu merkingu að beygja sig undir orð Guðs og beygja sig undir Guð en ekki að reyna að vera eitthvað sjálfur. Ég finnst það skemmtilegt þegar maður beygja sig bara undir orð Guðs og leyfir orðinu og þeirri trú að fá að njóta sín og maður fær bænasvör, maður fær blessanir og það ekkert sem ég getur haggað í dag hjá mér hvort ég afneita Guði og hvarlar ekki að mér. En hérna í framhald af þessu sem þú segir svo réttilega, hvað það sem að við getum eiginlega þakkað Ísrael fyrir gyðingum? Hvað höfum við í höndunum? Við höfum náttúrulega Jesú Krist. Já, og hann segir sjálfur sko að frelsi kemur frá gyðingum. Hann segir þetta. Nú spyrir mig ykkur sem að horfa álag, hvað stendur þetta? Þetta stendur í Jóhannesar Guðspjalli 4. kafla. Þegar hann hittir konuna við brunnin. Lesið þann kafla, segir frelsið eða hjálpræði kemur frá gyðingum. Hvað meira sem við höfum? Við höfum náttúrulega ritninguna. Alla ritninguna. Allt þetta svo kallaða Gamla testamenti ritað af gyðingum fyrir gyðinga og Nýja testamenti líka. Allt saman. Svo hef ég náttúrulega ég hef 2 afastrákar sem koma frá Ísrael. Já, þú persónulega, ég að tala svona almennt, sko. Já. En sko, það væri hægt að tala mikið meira og sem að segja að Ísrael verði að gefa eftir svo kallaðan Vesturbakka og verði að gefa eftir Jerúsalem og verði að gera eftir að þessu unni stríðinu 67. Þú hefur heyrt þetta oft. Já, þetta bara það sem við kristnum stöndum frammi fyrir í dag, það að vera fara fram á að við gefum eftir í ýmsum málum bara í dag sem hefur verið að samþekkja á alþingi og æma, ég ætla ekki að nefna neitt eitthvað ákveðið. Nei. Það ýmislegt sem fara fram á það að við þurfum að samþekkja og gefa eftir til þess að fólki fái að lifa á þann hátt sem það vil. Já, í sambandi við Ísrael svo haldum okkur við það að þeir margir segja að þeir verða að gefa eftir til þess að hafa frið vegna þess að ófriðar sem hefur á sér staðar. Það eru hreyfingar Ísraels og Hamas-hreyfingi sérstaklega og islamistar, þeir vilja útrýma Ísrael. Og svo segja sumir, ef þið gefið eftir Vesturbakkan alveg, þeir eru til stjórn Ísraels, Vesturbakkin, eftir stríð 67,
og Austur-Jerúsalem, þú myndist á Austur-Jerúsalem, þá kemur spurning hjá mér og fleirum, já, skilaði aftur, þá spurningin til hverra á að skila þeim aftur. Það ætti náttúrulega að skila til Jórdaníu. Já, því að þeir tóku ekki þetta svæði frá Palestínu, Palestínu hafa aldrei átt neitt svæði eða ríkið til, og Austur-Jerúsalem myndi þau skila til Jórdanum, en málið að Jórdan vil ekki fá það. Við komum nú bara í eitt samvirkjubúið þarna á sínum tíma, þarna við Galileuvatnið, og sem Arabar, þetta var bara mýrafláki. Já. Og gyðingar keyptu þetta af Aröbum, af því þetta var einskismannsland, þetta var bara mýrafláki og þarna voru mikið moskotoflugur og annað og Við keyptu þetta Tyrkjum, já. Af Tyrkjum, já, og það dóu margir bara við að þurrka þetta land. Þetta eitt að vera á þessu samvirkjubúi var alveg stórkostleg upplifun. Stórkostleg. En á sama tíma gerir sig grein fyrir það dóu margir við að rækta landi sem þeir keyptu. Já, hugsaðu, í dag þetta bara lifandi eyðimörk, appelsínurækt, baðmöllarækt, vínberirækt. Þetta stórkostlegt hvernig þeir hafa ræktað landið upp. Ég hef stundum sagt við fólk líka, sko, horfið á nöglin á litla puttanum, horfið svo á allan líkamann ykkar, þannig Ísrael innan Araba. Já. Það er, litla nöglin ekki stór, samanburðið við allan líkamann okkar. Já. En svona Ísraels ríki innan Arabana, á við eina nögl á litla putta einum. Og líkaminn allir eru Arabar. Ekki skrítið að skulle vera friður í þessu landi. Já, og vera þarna, þú veit ekki var við þennan ófrið. Nei, langt frá því, ég vinn með Arabum eins og kallar eða svo kallum Palestínumenn. Dóttir mín sagði mér það daginn að þannig að vinafólki þeirra sem hún sagði, sko, ef ég í Ísrael þá ég hjá þessu fólki, ég úti í garði að leika mér og daginn lenti sprengja inn á þessum garði. Já, einmitt. Þannig og tilgangslaust alveg sem verið, eins og sagði sá sem skrifaði bókina, Sonur Hamas. Hann sagði það núna í Kanada, á þinginu þar, að því miður þá væru Arabar svo uppteknir að vera neikvæð gagnvart Ísrael að þeir gleyma uppbyggingunni í sínu eigin landi. Já, einmitt. Og þetta hægt, þetta getur við lendum í þessu líka bara okkar andlega lífi. Við erum svo uppteknir að gera eitthvað annað, að það gleymist okkar. Nú þeir að fara jafnvel frá Egyptaland og skjóta yfir á Ísrael, á sína eyðimörkinni, sem var gefin tilbaka Ísraelsmenn unnana en létu Egypta fá hana. En nú þeir farin að skjóta þaðan jafnvel yfir á Ísrael. Og nú meðan þessi þáttur tekin upp, þá mjög hættulegt ástand. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig það endar. En þarf Ísrael að kaupa sér frið með landi, sko stendur hérna, ætti að afhenda Arabum Júdeu og Samaríu undir annað Palestínsku ríki næst Jórdaníu. Vinir mínir, ég vil taka skýrt fram, átökin í Mið-Austurlöndum snúast ekki landskika heldur baráttuna hugmyndafræði. Það mikið mistök hjá fólki að halda því fram að afhenda Arabunum Austur-Jerúsalem, þá muni átökum linna. Taktu nú eftir, eða áhorfendur, takið nú eftir. Árið 2005 fórnaði Ísrael nýbyggingum á Gaza. Ariel Sharon lét reka 8.000 gyðinga frá Gazasvæðinu út í eyðimörkina. Fékk Ísrael frið í staðinn? Nei, Arabar nota svæði til að láta eldflaugum rigna yfir Ísrael. Þannig að þó að Ísrael myndi gefa eftir landnemum eða taka landnemunni burtu frá svokallega Vesturbakka, ég segi svokallega Vesturbakka, þetta bara nýrið, það ekki til land sem heitir það, þá það engin staðfesting á því að verði friður. Friður verður aldrei þarna á milli svo lengi sem Arabar, sem að búa þarna, bæði Hamas og Al-Fatah, sem að þeir viðurkenna ekki tilverurétt Ísraels ríkis. Þeir viðurkenna til sér ríki sem heitir Ísrael, en þeir vil ekki viðurkenna tilverurétt þess. Þess vegna sjáum við fljótu bræði að hinni kristnu, og nú tala ég til hinna kristnu Andrés og þig og allra, að kæru kristnu vinir, vakniði upp til þess að biðja fyrir Ísrael, blessa Ísrael, farið þangað, sjáuði með eigin augum hvað að skeðar, biðja fyrir landinu, fáið söfniðin ykkar til að biðja fyrir Ísrael, biblíuskólan ykkar. Og ég held því miður að marga kristna kirkjur, bæði hér á land og annars þar, hafa gleymt uppruna sínum, rótum trúa sinnar og rætur trúar okkar eru í, sem að Andrés kallaði gyðingdómi, já, rætur trúar okkar eru í ritningunum, hebresku ritningunum, eða í biblíunni. Það rætur trúar okkar.
Og Jesús sagði sjálfur, ég ekki komin til nema til hennar týndu sauð af ættkvísl Ísraels. Fyrst þeir og svo komum við á eftir. Já, gyðingarnir eru bara að varveita reikninguna fyrir okkur. Já, líka það. Þeir eru bara að varveitana með þessum sínu lífverðni með Ísrael. Það bara verið að varveita. Þetta bara lifandi tákn og staðreind það að þetta er til. Já, það ekki dvafa. Já, þetta ekki dvafa og maður fær ennþá meiri staðfestingu að fara til landsins. Já, við hvetjum alla til að fara og nú get ég bara sagt það í það var bara markmið bara að fara þangað í göngur og annað bara fara hópar og fara bara til þess að sjá. Til dæmis íslenski biblíuskólar, af hverju fara þeir ekki til Ísrael? Þar landið. Þetta upphafið. Það bara biblíast. Ekki Jesús segja að þessi þegðu það munu steinarnir tala. Já, svo bara einstaklingarnir að fara bara. Þetta verður bara miklu skemmtilegra að vera að lesa í reikningunum og vera að trúa þegar þú ert búin að fara. Þú hefur búin að fá þessa sönnu sem maðurinn þarf að fá, okkar mannlega tilfinning. Þegar þú ert búin að fara þá ertu búin að fá þá tilfinningu sem maður raun og er alltaf að leita eftir. Þú getur fengið að snerta þetta, þú getur fengið að labba á þessu og þú farið að sjá þetta með þínum eigin augum og meðtaka þetta inn í þitt sálarlíf. Já, mér finnst óskililegt að kirkjur, kristna kirkjur, ég þarf ekki að nefna einn nöfn á kirkjudeildum eða söfnuðum, að þeir skuli ekki hafa margir hverjir ekki opna augu fyrir þessu. Við erum ekkert að samþykja ríkisstjórnina, við erum ekkert að fara þangað til þess. Við erum að tala um biblíu. Við erum að tala um biblíulegt, út frá biblíulegu sjónarmiði. Alveg eins og það að koma hingað túristar, hingað til að skoða Ísland, þeir eru ekkert að viðurkenna endilega ríkisstjórnina eða það, þeir eru að koma að fá að sjá landið. Og sama við erum að fara til að sjá landið út frá biblíulegu sjónarmiði en ekki endilega viðurkenna ófriðinn. Já, myndir ekki bara kalla bara svo opna biblíu? Jú. Bara sjá landið og vera þar. Það nefnilega rétt, já. Það við erum ekkert að viðurkenna, Það upp og niður með það. Ég viðurkenni svo sem aðri viðurkenni ekki og svona. Við höfum misjafna skoðanir. Maður getur sagt margt það, þá maður flokkar undir að vera arabahatari. Nei. Maður það ekkert. Ekki sem kristni menn, það getur ekki verið hatari. Nei, við getum það ekki. En það við sjáum svo margt bara þarna úti sem gerir okkur grein fyrir að við fáum meiri skilning á hlutunum. Ég verð að koma því að líka því ég verð að grípa fram í því að tíminn er bara nokkra mínútur eftir, fáa mínútur eftir. Þú lofaðir að grípa fram í. Já, ég lofaði því. Að þú segir þetta með araba og ég kann betur við þetta orða að segja araba heldur palestínumenn. Með þess að kristni síónistar orðað þannig sem að virðist verið svo blóðsýrði eyrum sumra. Kristni síónistar á Íslandi styðja arabískan skóla, grunnskóla, sem heitir skóli vonarinnar sem í rétt hjá Betlehem og búin að gera það í 17-18 ár, byrjaði Vestmannaeyjum. Og stenda ennþá við það og stuðaskóla þannig að við erum ekki á móti neinum. Með þess að þú talar biblíu skóla vonarinnar. Ég á heima í kælir, brúsa, flösku, með óunninni ólífuolíu. Það var þetta því að þeim var gefin óunnin, hrein ólífuolía, alveg heilu brúsarnir af arabunum vegna þess að arabarnir þeir bönnuðu sínum löndum að selja ólífuolíuna yfir til Ísraelsmanna. Og þetta var vinna arabanna, þetta var tekjurna þeirra, fólksins. Og það voru þeirra eigin landar sem bönnuðu þeim að selja þetta yfir til Ísrael til þess að fá pening. Þannig að skóli vonarinn, hann var með heilu brúsana, yfir 20 lítra brúsa, það voru svo margir að því arabarnir kom og gáfu þeim þetta að þetta var einskis virði fyrir þá. Þetta var það mikið magn að heimilin gátu ekki nota þetta. Og þess vegna fekk ég gefins bara til þess að eiga til minningar þessa ólífuolíu stórkostlegt alveg. Já, mér finnst voðalega gaman að eiga þetta til minningar það. Þarna voru arabar sem bannuðu sínum löndum að selja þannig að þau fengu ekki tekjur til þess að lifa af. Svo verður að tala gyðing Ísraelsmennina sé að banna þeim hittið þetta en það bara landarnir þeirra sjálfir. Það sorglega að núna gyðingahattur vaxandi á Íslandi og það ekki nema ein vika síðan að ég var við ein verslun hér á Laugaveginum. Það voru seðlar settir upp á vörurnar, verslið ekki við Ísrael, kaupið ekki ísraelska vörur.
fyrstulega er þetta lögbrot, en þarna sýnir maður andúðin er að koma á móti Ísrael eins og var á dögum Hitlers, nasistar versluðu ekki við gyðinga, kaupið ekki ísraelska vöru. Ég myndi segja við fólk sem segja svona skilti á hillunum, ekki rífa þessi skilti niður, leyfðu þeim að vera. Og við það að snúi dæminu við, verslum, kaupum ísraelska vöru og þeir sem fara þarna inn, þeir bara kaupið ennþá meira af ísraelsku vöru. Ef við ætlum að losna við að kaupa ísraelska vöru, þá myndi enginn eiga tölvur á heimilunum. Það er rétt, eða síma. Já, eða síma. Já, þetta er aðal mekkamenni í símónum eða tölvunum, það kemur frá Ísrael. Akkurat. Þannig ef menn ætla að fara eftir þess og Simpson síma nú alltaf. Þá verður að vera tölvulausir og það er hæpið að menn vilja vera það. Nei, þetta er gott að minnast á þetta. Það er ekki margir sem vita þetta. Þetta er staðreynd, þetta er alveg staðreynd. Tíminn, ég sagði þér upp að klukkutími væri ekki mikið og þú er búin að tala endalaust. Ég hef ekki komið stað. Aldrei vanntreystir mig upp á það ekki. Og ég hef eiginlega ekkert komið stað. Nei, ég skal beygja mig undir það líka. Já, en ég óska þér alls þess besta og þinni fjölskyldu. Ég veit að þú ert að fara smá tíma í annað land og óska þér bara þess besta og vona að koma fljótt aftur. Og sjáumst bara á laugskólahátíðinni? Já, hér. Já, ég vildi gjarna fara til Ísrael reyndar, en kringumstæðin eru þannig að... Þau eru í samhjálparsalnum? Já, Stangarhill 3. Og þetta verður auglýst bæðis hér á Omega og annar staðar þegar því kemur. Og svo líka hægt að fara auðvitað til laugskólahátíðarinnar í Ísrael og ég geti brent ykkur á ódýra leið til að fara þangað. Ég hvet ykkur áhorfendur talið að hafi samband við Óla og farið í. Já, eða Snorri Óskarsson, hann sem að fara þangað og bara hvernig sem það er að bara fara til Ísrael, blessið Ísrael. Já, ég mæli með því. Já, og byggjum frið og nú endum við þannig að það er 1 mínúta eftir, það er nú merkilegt, hvað tími líður. Það er eiginlega enginn sem ég haft viðmælanda með sem að fattar að 1 klukkutími fljótur að líða. Þú er strætóbístur og þeir þurfa alltaf að vera á klukkunni. Strætóbístur, þú er strætósarnabístur. Já, við þurfum að vera á klukkunni. Var þetta ekki rétt sem ég sagði með þannig að þið verða að fara eftir lögum? Jú, við þurfum að fara eftir lögum. Já, er það nokkuð, erfitt að fara eftir lögum? Það er ekkert lögmálsbrot, það er engin þvingun, maður bara fer eftir lögunum og þá gengur þetta vel. Þá er með 10 boðar en hlutu verið fullt gildi í dag. Já, það er það sem er. Ekki bara 9, öll 10. Öll 10. Það er alveg eindislegt að fara eftir þess, þetta er bara auðveldara manni. Já. En við erum eitt líka. Farið eftir reikningunni, takið hann alla, byrja á fyrstu blaðsíðunni og takið hann alla. Já, ok. Það er alveg þess virði. Ég veit það. Það er bara reynsla okkar og reynsla allra sem ég þekki fólk sem er farið til Ísrael sem hafði ekki þessa hugsun áður sem er búin að fara 3-4 sinnum eftir þetta. Þau spurðu mig þarf maður að vera frelsaður að trúa til að koma að þetta? Nei, sagði. Þá fyrst hafði maður upplifað frelsi. Þau þurfu ekkert að vera trúið frelsu, segði þessi hjól mér. Þau fóru með, þau var farið 3 sinnum síðar. Nú er 1,5 mínúti eftir, svo ég verð því miður að þakka þér til að byrja með fyrir þáttinn og þakka þér fyrir dugnað þín að vilja koma og hafa tíma til þess og við aðra áhörfundur og áheyrendur þá nota ég bara þetta sama eins og bara það eru staðlað þegar ég kveð ykkur með hebreska orðinu shalom sem þýðir friður og arabíska orðinu salam sem þýðir líka friður og svo nota ég bara orð Jesúa sem að Biblían segir kalla Jesús og það er hvort ekki rétt minn frið gef ég þér ekki gefið þér eins og heimurinn gefur, hjartaði skelfist ekki niður trúið, óttist, trúið á Guð og trúið á mig. Þetta sagði Jesúa, eða Jesús. Drottinn bless ykkur. Amen. כל עוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון צור